Vertu þú sjálfur eins og þú ert. Já, ég held kannski ekki létt, ég er bara ánægður með spilamennskuna. Við þrjú leikur í röð sem erum að halda mjög góðum dampi og úrslitin að detta með okkur, hlutin að detta með okkur og mörkin að koma og við höldum hreinu út af það gengur það. Þessi mörk breyta öllu og það er ekki alltaf nóg að spila vel eins og við hefum gert í mörgum leikjum og við erum yfir á lið en samt tapað og ekki fengið neitt út úr því. Það er mjög svekkjandi en góð sigur í dag en við erum ennþá í baráttu upp á lífið. Hvernig útskýrir muninn kannski á liðinu í undanfarnum leikjum eins og það hefur verið í sumar á móti KR og í dag? Í sumar hefur liðið ekkert verið að spila verið betur í sumar leikjum eins og ég sagði áðan. Auðvitað koma einn og einn liðlegur leikur en það er náttúrulega þegar þú ert að tapa leiki sem er miður bara liðið þá náttúrulega kemur það á allt liðlega leik. En það hefur ekki dottið með okkur og auðvitað lífið tabla mikið með það en liðið er að sýna karakterinn að halda áfram og þeir vonandi geta haldið því aðeins áfram. Sóknarleikur eitthvað alveg frábær í 90 mínútur í kvöld og áherslubreytingar kannski þar hjá þér? Ég held að kannski nýtt okkur svolítið kannski ýmsa hluti sem að gekk upp í dag. Náttúrulega völlurinn blautur og við leiðum að ná boltanum niður á völl eins og í dag og næri kannski að keyra svolítið á menn. Það var ofta erfitt að stoppa menn í þessu. Það er ekki nema eitt flikka til eða frá og þá er komið ljót tækling. Þannig að ég held að svona aðalega við reyndum að keyra svolítið frá þannig að halda honum gangandi. Þú erum náttúrulega verið bjartsýnn upp á lokabaráttunni í deildinni? Já, bjartsýnn í morgun, við höldum bara áfram.